Jafntefli í fyrsta leik, hver eru svona fyrstu viðbrögð? Ég bara stoltur af frammistöðu leikmanna. Hvað þeir lögðu á sig fyrir stiginu eftir erfiðan og svona öðruvísi undirbúning. Eitthvað fram og tilbaka, veðurspá og hitt og þetta leiktími. Rútuferð í 8 tíma í gær þar sem Öxnadalsheiðin er lokuð og þeir ná ekki vera heima á sér í nótt og svona bara við allt og bara hvernig leikurinn þróaðist, þá er ég bara gífurlega stoltur af því sem þeir lögðu í það að fara heim með allan stig. Hvernig fannst þér svona leikurinn spilast hjá okkur? Bara ágætlega, við vorum dálítið svona bara tilbaka til að byrja með og svo þegar fórum að stíga aðeins á það þá opnaðist meira fyrir okkur en það opnaðist aðeins mikið fyrir þá líka, eitthvað sem við þurfum að gera betur Arnar á ekki að þurfa að hafa svona mikið að gera, það er á hreinu. En frábært að hans er klárið þegar það er starf en við þurfum að koma hærra á völlin á þess að opna okkur svona, svona fyrstu viðbrögð, eins og ég segi, við höfum verið aðeins og opnir þegar við stígum upp og þurfum að vinna aðeins því. Já, eins og segir, frábær frammistaða í honum. Ykkur er náttúrulega spáð þessu falli allstaðar og frábært stig hér á Akureyri með það. Já, þú veist, okkur er spáð falli allstaðar en það skiptir engu máli. Við erum bara í verkefni sem er þannig að við þurfum að afsanna þessar spár og sýna fram á það sem við trúum að búa í liðinu sé til staðar og það komi fram. Þú veist, hvort okkur er spáð 12., 11. eða 10. sæti eða whatever, þú veist, það á ekkert að hafa neinn áhrif á okkur. Við erum bara ákveðnir í því sem við viljum gera og hvað öðrum finnst sem að sjá x mikið eða x lítið af því sem hefur verið í gangi eða horfa bara í félagaskiptamarkaðinn. Þú veist, það bara verður að hafa sinn gang en ekki neitt sem hefur einhver áhrif á það hvernig við nálgumst hlutina eða ákveðum að gera hlutina. Já, eins og talaði að það náttúrulega svolítið flakk með leikinn og þið kom eitthvað keyrandi hingað í gær. Veistu hvernig framhaldið er hjá okkur? Nei, ég veit að Öxnadalsheiðin er allavega lokuð þangað á morgun og að það er verri færð siglufjörðarleiðina heldur en var í gær, þannig að það verður bara komið ljós. Ég er bara búinn að vera inn í klefa og svo í viðtölum og það er vonandi einhver bara að hringja í Vegagerðina og rútufyrirtækið og taka stöðuna að einhver dagskráin en það allavega er töluvert skárra að vera hér með allavega stig ef við þurfum að vera eitthvað lengur. Já, en svona upp á framhaldið upp á næsta leik, hvernig svona tilfinningin? Bara góð, það verður bara fínt að fá heimaleik og ég held að við höfum sýnt karakter og eldmóð sem fólki í kringum okkur vill sjá, þannig að ég býst við því að þeir sem voru að horfa í dag, þeir voru ekki margir frá okkar hálfu hér í stúkunni í dag en vonandi var fólk að fylgjast með og var ánægt með eins og ég segi viljan og eldmóðin í leikmönnum og það verði bara fullt af fólki sem mætir á heimavöllin okkar í næstu umferð og af því að það drífur okkur klárlega áfram og við erum að þessu til þess að þú veist, þetta er svona representa félagi almennilega og mér fannst eins og ég segi viljinn góður í dag og vonandi fáum við fólk með okkur bara áfram. Takk fyrir.